Jæja, velkomin aftur í úrslitaleik HK og Gróttu í 4 flokks karla eldra ári. Staðan í hálfleik er 13-10 fyrir HK. Þeir komist í mjög góða forystu 11-5 en síðan er Grótta búið að vinna sig inn í leikinn aftur og munurinn aðeins 3 mörk og verður gaman að sjá hvernig þessi seinni hálfleik kemur til með að þróast. Þetta hefur verið aðeins kaflaskipti leikur. Grótta byrjaði mun betur og komst í 3-1 en eftir það kom frábær kafli á HK, 8-1 var hans. Ragnar skot í vörnina. Síðan hafði Grótta að minnka munin undir lok fyrri hálfleiks og fóru með svona sómasamlega stuðu miðað við hvernig þetta var orðið í hálfleik. Kristján er á miðjunni, Ragnar í hægri skiptinu og Gísli hérna vinstra megin. HK heldur áfram að spila mjög framalega. Gísli reynir, Ragnar, þetta er svona það sjá Kristján, hann reyndi, skemmtilegu strákur. Og þeir eru mættir hérna og þeir ná að brjóta og skemma sóknina. Og þeir eru duglegir að koma í hjálpa. Þannig Kristófer að koma úr horninu að brjóta skiptinni. Hann ef einn missi þá var næsta alltaf mættur. Gísli upp, hörkuskot í stöng, óheppinn og HK átti möguleika á hraðaflaupi, slepptu því. Víkingur stillir upp. Krist Leifur í vinstri skiptinni. Markus hérna hægra megin. Kristófer í vinstra horni, Ásgeir í hægra horni. Svo er Kristján á línni, kemur í kerfi. Markus upp, Víkingur fleita boltarum að áfram í horni og Kristófer en ónákvæm sending og boltinn aftur og Grótta í sókn. Valería ræðir við Gísla, hann er aðeins að leggja honum lífsreglurnar. Og Sverrir kemur þarna inn á í miðjuna, Kristján er hægra megin. Ásmundur Atlason vinstra horninu. Þarna var hún á skrifunum. Þetta var svona með ástand byrju aftarlega. Já, sannlega. Mér finnst að vera fullfljótt að flauta skrifin á hann en ég leysi skittan inn, Gísli árás. Og Sverrir inn, það er brotið á honum vítakast. Þarna gekk boltinn og Gísli svona vann bakvörðin hinum meginn í sig. Gaf einu lengra og þá opna svona aggressív vörn. Kristján með vítakastið. En við skot í stöng. Þetta var óefni hjá Kristjáni. Hann er búinn að hafa mjög góðan leik. Komið 4 mörk að bætt við í 5. en skaut í stöngina. Leggur að staði sóknina. Ennþá sama kerfi. Markus kemur. Kristleifur, frábær sending á Kristján sem skorar. Þarna gengur boltinn áfram hjá þeim og skila boltanum á fríamannin. 14-10. Kristján átt góðan leik á línunni og er að spila fyrir framan þetta í vörðunni nokkur grimmur. Stöðuskipti, Gísli kemur, sendingin á línuna, Kristján nær honum ekki. Löng sending fram Markus og hann er með sending á Kristófer og hann skýtur og skorar. Enn og aftur er Kristófer fljótur þetta fram. Enn eitt hraðaflaupið, þau eru gríðarlega mikilvæg. Hannes, en Kristján er mættur en það er dæmt vítakast. HK fengið öll hraðaflaupsmörkin í þessum leik. Já, og þeir eru múin að skora held ég á 5 hraðaflaup og það er 5 marka munur, þannig að Gísli með vítakast. En Egill Ver, en boltinn fer upp í loftið og það er innkast. Þeir halda boltanum, en glæsileg markvarsla hjá Agli. Annað vítakasti sem fer forgóðum hérna í byrjun síðar áleiks. Hvað er að gerast? Fór sexi bara klístur. Hendur hægt að setja. Hákon. Flæktust þarna saman eitthvað. Ég hendur hægt að setja bara harpis á boltan. Þess að þetta skipt bolta, hann hinn festist upp í rárin. Já, hann festist upp í það. Og það sem voru að og það er nýr bolti sem er greinilega harpislaus.
Ásmundur, Gísli. Fær blokkina, þarna hafði hann átt sækja bara meir lengra. Já, góð vörð hjá Kristófer. Hann er með langa sendingu fram. Kristján, nei. Nei. Hann fekk að vísu erfiða sendingu eins og hann fengi áður í leiknum og í þetta skipti náði hann ekki að grípa hann. Ásmundur. Góð hreyfingu og Hannes í gegn og vítakast. Þeir áttu miklu grimmar í Gróttum en að sækja inn á milli, draga í sig mennina og opna svæði fyrir aðra. Þriðja vítakasti sem þeir fá í síðar áleik. Og það er Sverrir Anton Arason sem mætir á vettvang. En Egill Ver! Verja sitt annað vítakast þetta í seinni áleik. Hitt voru í Gefur stöngina. sannleiðartóninn. Kristleifur, frábær sendingin á Kristján. Vítakastið Og að vítakast. hann var inn í teg, alveg Þarna klálega. keyrði Kristleifur á vörðina, dró í sig mann og sendi á Kristján. Guðjónsson í markinu á Gróttu. Komið 5 varða á bolta. Og punktinn fer leikmaður númer 11. Það er Kristófer sem mættur á vítalínni og hann Kristófer skorar. Aftur eru Hákamenn komnir 6 mörgum yfir. Kristófer. 7 afsending. 7. Gegnabrót hjá Gísla en Egill Ver. Skrifum þetta á hann hérna. Þetta dettur hinn boltinn úr loftinu. Hvort þið vil ekki bara spila með hann. Það hendaði bara hinn út í horn. Mættur að setja hinn Fá hann á tímaáraborðið. á. Er hann að spila um báðaboltana það? Það er algjör óvissa þarna, jú, það er fyrri boltinn. Það er búið að spila hann til, finnst þeim. Hannes með aukasti. Þannig að Bróti á Hjalta. Það er svona... Hákamenn hafa verið sterkir í þessu 1-á-1 með vörninni gífulega fastir. Þeir eru líkanlega sterkari heldur en flestir hérna fyrir utan með Gróttu. Það er að nýta sér það. Þarna grípur Egill. Var að vísu búið að brjóta á Ásmundi. Hann kom með 10 bolta í markinu. Ásmundur í gegn. Þetta er mjög vel gert hjá Ásmundi, mjög vel gert. Sneri sig í gegn og virkilega gott skot. Mikilvægt að Gróttu að ná loks að skora. Það var verið að klikka Tók 6 mínútur fyrir Gróttu að skora fyrsta markið í síðar áleik. Það við átt erfitt með að finna leiðina frá með Agli í markinu. Markus upp í loftið, frábær vörn hjá Gísla. Þetta nýtt hann hæðina vel, lyfti upp annarri hendi og það dugði til að stoppa þetta skot. Þeir hafa að spila svona á móti Markusi, verið bara aftarlega og sett upp hendurnar. Kristján sækir að, Hjalti, Kristján út í hornið á Gísla. Gísli, já, vel gert hjá Gísla. 16-12. Þeir þurfa aðeins að bæta tíð til að gera þetta spennandi leik. Sækja í hornið. Klippingin. Markus, víkingur út í hornið. Þarna verð Þór loksins frá Kristófer. Kristófer þarf að skjóta niðri. Já. Tók á nærhóðni á hann og núna fjær bæði niðri. Bara að skjóta yfir hann allan fyrirháleikinn. En þarna vinnur Markus boltan. Brunar upp, Ásmundur eftir hann. Markus að harðfylgi og skorar. Með sitt 3. mark. Mikilvægt mark fyrir Markus því að hann hefur átt erfitt með að skora undanförnu. Og Ásmundur. Skemmtilegi taktar hjá Ásmundi. Gróttumenn mjög fljótir upp og nýttu Ásmundur þetta er að koma hafa svæði hægra megin. Ásmundur kom mjög skemmtilega inn í leik. Hann er búinn að gera fín mörk og vera mjög líflegur þarna. Það er það sem hefur vantað hjá Gróttunni. Að menn sé að fara krafti í hlutina. Víkingur, Kristján sem er undan fyrir framann. Skot Þór verð þarna. Þór varði þarna sitt 7. skot. Og við með 7 varða bolta.
og það Grótta minkandi 3 mörk. Kristján brýst í gegn. Kristján til varnar og næra stöðvan. Þannig að þetta dæmt aukast. Hjalti. Skemmtileg til þetta enn. Missa boltan. Og Kristófer gríðarlega öflugur. Það er frábæra leik. 8. mark. Það er frábæra leik. Já, góð vörn þarna. Dagur mættur og Gísla ástöðvar hann. Markus var hvíldina í vörninni. Afrikast, þá rétt. Tíminn stopp. Gult spjald á Hákon Bryndi. Hann hafði eitthvað við dómara leiksins að segja, hann fær gult spjald fyrir þetta. Grótta stillir upp aftur. Hjalti er hægra megin. Ásmundur listinn. Hjalti! Ótrúlega vel gert hjá hann stakk sér bara krafti í gegnum miðja vörnina og náði sér í vítakasta harðfylgi. Miskilningur milli Víkings og Nú kemur vörninni. Kristján aftur á vettvang. Og nú skorar Kristján sitt 5. mark í leiknum. Kristján Guðjónsson kom með 5 mörk. 18-14. Stigum okkar liðið í stúkunni. 10 mínútur liðnar af seinni hálfleik, 15 mínútur eftir. Þannig að það er allt gert í þessu ennþá og að HK hafi vissulega undirtökin. Kristleifur lausinn á línu. Dagur kemur að en Þór mætir í hornið og ver glæsilega. Já, las þetta vel. Þetta var samt gott skot hjá Degi, kringluskot, en Þór las hann, mætti niður í hornið og tók hann bara. Wow, Hannes grimmur. Gísli að krafti. Já, hann byrjaði að hægri fæti og stökk á vinstri. Þetta var, hann var komin að 4 skrifu þarna. Þeir hafa verið, Valeri er ekki ánægður með, hann er alls ekki sammálið þetta hafi verið skref. og þeir hafa dæmt skref á Gísla nánast allan leikinn. Hann Hann hefur flautað á ekki- fríkast. Hann hefur nánast aldrei fengið að klára. Nei, ég er svona, mér fannst þarna til dæmis þetta ekki verið skref en ég er ekki dómaralærður. Ásmundur reynir en Ásgeir stoppar hann að krafti. Ásgeir fastur fyrir hérna og neldi bara á hann. Kristján út á Hjalta. Gísli kemur snáplás. Frábær sending. Kristján er hann og skorar. Góð sending hjá Gísla inn á línuna. Takturinn er betri í Gróttuliðinu. Þeir eru fannir að finna svona leiðir í gegnum miðjuna. Það er betri hreyfing á bolta og bolti fara að ganga oft 1 eða 2 lengra. Nákvæmlega. Og Dagur skiptir áfram hérna hægra með Víkingur á miðjunni. Kristleifur. Sendir yfir. Já, brottið á Kristleifi. Aukakast. Mjög mikilvægt fyrir Gróttu að ná að stoppa þessa sókn. Vinna sig enn betur inn í Kallaður leikinn. aftur upp í sama leikkerfi hérna innleysinu frá horninu og þeir Dagur í árásina. Já, Þannig erfitt. Ásmundur rétt stoppar eftir hann. hægra Já, megin. Ásmundur stoppar hann vel. Hann er 2 á línu núna. Kristleifur sækir. Nú fyrir bara stytt í að höndi komið upp. Grótta hérna er að spila öflugaförn. Já, hendinni komin upp. Hvað gerir Kristófer? Það er vel mætt hjá Hannesi og hann stoppar hann og boltinn er dæmdur af þeim. Grótta getur komist í minkadinir í 3 mörk. Nei, 2 mörk, ásakið. Gísli! En brott hjá honum. Boltinn var minkavinn í skotstöðu. Hann var eiginlega álheppinn að var brott hjá honum hana. Kristján. Ásmundur í horninu. Kristján. Hjalti stingur sér aftur í gegn. Enn og aftur. Virkilega vel gert hjá Hjalta. Þetta eru góð mörk. Það er spurning hreinlega hvort að HK-menn séu að þreytast því þeir eru fættir að missa ítrekka núna. Já. Maður á móti manni er að lenda á eftir. Já.
og vörnin er að opnast. Grótta að nýta sér þetta bæði með gegnubrótum frá Kristján að það og innleysingum líka. Já, og Hjalti er búinn að koma kraft inn í þetta, hann er búinn að gera 2 mörk og fiska víti bara með því að keyra fullum krafti í gegnum vörnina. Virkilega vel gert hjá honum. Staðan 18-16, seinni hálfleikur rétt nýhálfnaður. 16-10 fyrir ekki svo langur síðan. Já, þetta er svolítið sveiflur í þessu og það sem er búið að breytast að nú er Grótta að vera að spila betri vörn. HK vörnin er fann að leka. Setja upp í leikkerfi, Dagur upp í loftið, reynir að senda inn á Kristján. Og vörn þarna, nær að forvinna línuna vel. Þannig að Kristján nær ekki að grípa boltan. Nákvæmlega. Dagur, hvað gerir Dagur? Skot! Þetta var svolítið ótjápað skot og Þór verða. Gróttumanna Þór Guðjónsson. Og geta Grótta minkaði í 1 mark. Þetta var 9. skot hjá Þór. Kristján. Hjalti. Kristján. Hjalti reynir enn einu sinni en núna var Dagur. Nú kannski vantaði spilið og undan, hann sótti þarna úr kyrstu, hefði kannski mátt fá boltan á ferðinni. Eins og hann hefur verið að gera á síðustu sóknir. Dagur lendir að nýja hann og biður hann afsökunar á því, þetta var drengilega gert. Kristján, hann runningur, hann lendi bara á bringunni á Víking. Fór með höfuð undan. Já, var eiginlega óheppinn greið, datt fram fyrir sig. Dagur kemur á fullri ferð, Víkingur og er Markus komin inn á aftur. En með skot framhjá, Gísli fór nú í hann en hann var ekki dæmt. Grótta, þetta er mjög mikilvæg sókn fyrir Gróttu núna. Og þeir róa leikinn aðeins. Ásmundur í vinstra horninu. Gísli. Enn einu sinni. Ég er ekki viss með þetta. En þetta er búið að vera svona allan leikinn að hann einhvern veginn nær bara að taka. Nær ekki að fá að klára, það eru alltaf búin að flauta á hann. Hjalti, nú er þetta skref og Hjalta. Löng sending fram, en vel gert! Já, það er varnarleikur. Það var Jóhann Kaldal Jóhannsson sem skilaði sér vel tilbaka og vann bolta. Þetta er dýrmætt. Þetta er dýrmætt, annars hefði HK fengið þarna ókeypis mark. En í staðinn getur Grótta og dæmt Óli blokkering. Og HK tekur leikhlé, er að tæpa 15 mínútur eru liðnar, það eru rúma 10 mínútur eftir. Og þjálfara Gróttu hérna Valeri og Lárus báðir mjög ósáttir. Dómgæslan hafa komið í kapli núna sem margir dómarar á móti þeim. Manni finnst þið vera svolítið harðir á skrefunum hjá Gísla. Það hefur bara varla komið skiptið það sem hann fengið að klára á þess að þessi flauta skrefin eða hreinlega fríkast. Og hann komist alla leið. En nú sem sagt er HK að reyna að endurskipuleggja, það hefur ekki gengið vel hjá þeim núna síðustu mínútur að skora. HK er búið að skora 3 mörk í röð, Breiðstofinu 18-13 í 18-16. Þannig að HK þarf að endurskipuleggja, boltinn hættur að ganga eins vel og það er ekki mikið hreyfing á leikmönnum og hugsan eins og þú sagði Stebbi að eru kannski að byrja að þreytast. Já, og hraðaplöpin líka sem þeir voru að fá vörnin er búin að taka sitt tótt sko. Hraðaplöpin í fyrra áleik og í byrjun seinni sem þeir voru að fá, þeir eru ekki að fá þeir núna. Þannig að þeir einhvern veginn finna ekki alveg taktinn og bara komast nýtt á liðs. Já, það voru að opna gríðarlega vel fyrir Kristófer í vinstra horninu í fyrra áleik en hann hefur ekki fengið þá möguleika í seinni. Þannig að það verður gaman að sjá hvað þeir hafa núna lagt á ráðinn Hákon og Ólafur Víðir, þjálfarar HK. Og er Dagur kominn í vinstri skiptuna. Markus hérna hægra megin. Þetta er samanlið að byrja leikinn hjá þeim. Víkingur, Dagur, frábært færi. Já, vel gert hjá honum en óheppinn. Þetta hefði nú bara átt að skjóta samt, það var enginn í honum. En hugsunum var góð, hann ætlaði að stinga sér í gegn en þeir náðu að hann stakk boltanum í fætinum á sér. Aftur getur Grótta minkað 1 mark. Tíu mínútur eftir. Gísli fann að passa sig á skrefunum með að drepla á hana fyrir aðgerðina.
innleysing og þetta er 2 metra vörðsum. Kristján er rekinn út af. Kristján Otto Hjálmsson er rekinn út af fyrir að brjóta á nafni sínum. Kristján Guðjónsson, þetta er 3. brotthýsunin, þannig að Kristján er út úr leiknum. Hann er munið þetta, hann hefur verið öflugur, Mjög hefur verið að öflugur berjast mikið, í vörninni. spila fyrir framan í vörninni líka. Og skora skila Taka 3 góðum mörkum. lausu bolta og annað munar svona leikmenn. Markus mæti Gísla þó þau séu manni. Léleg sending. Wow, þetta var þröngt færi. Hann dæmi fríkast. Já, Það var nú ódýrt fannst mér. já, þetta var ótímabært Ásmund að fara þarna inn. Þetta er ekki færi sem vilt fá einum fleiri. Og enda Jón Stefán kemur inn á fyrir hann. Jón Friðrik fyrirgefiði. Gísli með mikilvægt mark. Gísli með ævintýralegt mark. Komur hann yfir hægra megin með menn í sér. En nær að setja hann á síðuna. 18-17. Grótta einu fleiri í vörninni núna. Og það munar bara einu marki. Einn takar umferð. Þetta er bannað. Þetta má ekki. Þetta má ekki í 4. flokki og Bjarki rekur hann tilbaka. Hann heldur við eiginlega bara Já. áfram. Markus fær ekki boltan. Það á að gera í vegna þess að þetta er ljótt að sjá vegna þess að það má ekki taka leikmenn umferð í þessu flokki. Þetta er regla sem var sett til þess að í rauninni vernda okkar bestu leikmenn Já. sem oft stóðu heilu leikin á Og miðjunni. reglan er þannig að boltinn á að geta komið óhindrað til viðkomandi leikmanns. Víkingur, skot, en Þórver, 10. skotið sitt. Hann er búinn að ná agli. Grótta getur jafnað. Með 10 varðarbolta hér í dag. Gísli spilar hérna. Wow, tæpar að skrifa Jóhann í hótninu og Jóhann skorar. Dundrar upp í fjær. 18-18. 5. marki í rauða Gróttu ekki satt. Jó. Og Háka bara finnur ekki leiðin að markinu. HK eru að verða jafnmargir núna. Það er jafnt í liðu núna. Áfram klippaður hann út. Og dettur hann niður. Og jafnmargir. Dagur. Kasta boltan. Já, kastar út af og Grótta getur komist yfir. Leikurinn er að snúast hérna. Það eru 7 mínútur eftir tæpar og Grótta á möguleika að komast yfir. Og það hefur gerst síðan í stöðunni 3-2. Er að koma þetta upp á réttum tíma. Vel, góð vörn fannst mér hérna hjá Kristleifi en hérna þeir halda boltanum Grótta. Jón Friðrik, hendinni konu upp. Nú 20 markinu á HK Egill Hrafn Benediktsson. Gísli fríkast, Höndin uppi. er still upp í vegg og þeir segja bara 2 leikmönnum Grótta fara í vörn. Annar fríkast. Er still aftur upp í vegg fyrir Gísla. 2 svípera bara. Þeir ætla ekki að fá þess til hrapp. Nei, þeir eru búin að senda 2 menn í vörnina. Þannig að það er bara stilt upp í aukvöst fyrir Gísla og hann á að freista þess að hamra boltan á markið. Markus og Ásgeir mætti nú bara að fara nær. Það er ekkit. Þetta er bara, þetta er leiklegur það. Já. Hendi var uppi. Hann átt hann að þurfa að skjóta fast með. Og hann skorar! Þeir fengu ótrúlega langan tíma þarna. 18-19. Grótta konur yfir. 5 mínútur og 40 sekundur eftir. Verður HK og höggva á núttíðin ef þeir ætla að eiga einhvern möguleika á að vinna þennan leik. Ekki skorað í 10 mínútur. Já, þeir eru hættir að spila eins og einstaklingar, þeir eru hættir að spila eins og lið. Bolti gengur ekki nægilega vel og eru hættir að flýta sér. Kann ekki góru lukka stýra. Dagur með mikilvægt mark. Hann braut ísinn fyrir þá. Hann heggur hérna á núttíðin þegar það eru 5 mínútur eftir. Loksins kemur mark.
Gísli inn á miðuna, en þeir eru grimmir við hann. Gísli, Jón Friðrik. Hvað gerir Kristján? Hann stendur í gegn og skorar! Kemur þetta tjekki þar sem Kristján kemur bak við hann. Læra að fara utanvert, mikilvægt mark. 20-19. Kristján búinn að skora 7 mörk í leiknum. Kristoffer, það er fríkast. Það eru tveimur Gróttu í markinu Þór Guðjónsson. Víkingur, Markus, wow, að ruðningur á Markus. Þetta ster hann öxlinni að og þetta er hárrétt dómur. 4 mínútur og 10 sekúndur eftir, Grótta á leiðinni í sókn, 1 marki yfir. Og ruðningur á Gísla. Þetta var vel fiskað á Markusi. Hann náði tilbaka boltanum aftur. Þetta var klókt hjá honum. Stilti sér upp þarna og fekk snertinguna. Það er gríðarleg stemming í húsinu. Gaman að sjá að það er fullt áhorfendur mættir. Víkingur. Góða sending á línuna. Á vítakast. Ásgeir fiskað þarna víti. Víkingur dró í sig 2 leikmenn og náði að senda inn á línuna. Og það er Kristoffer. Ja, frábæran leik. Hann er með ákvæði með 8 mörk. Hann skorar 9. markið. Og jafnar leikinn. Ekki að sögum að spyrja. Rúma 3 mínútur eftir. Þetta er æsispennandi leikur sem við fáum þetta. Enn einn spennandi úrslitaleikur í dag. Já. Flotti leikir. Gaman að sjá handboltamenn framtíðan að berjast hérna. Virkilega flottur leikur. Gísli utanverð. Nú fer hann í gegn. En Egill verð. Egill varði ótrúlega þarna. Þetta var virkilega vel gert. Gísli var komin aðleiðin í gegn. Kristján. Hjalti. Gísli inn á miðuna. Yfir á Hjalta. Hjalti reynir enn einu sinni að tróða sér í gegn. Lína fríkast. Þetta er fríkast. Það var búið að dæma. Hendina á hann, segir hann. Grótta, Kristján sækir að. Gísli reynir enn einu sinni að komast í gegn. Og hann skorar! 6 mörk hjá Gísla. 2,5 mínúta tæp eftir. Og Grótta er yfir. Gríðarleg stemming í húsinu eins og ég sagði á hann. Fullt áhorfendum og gaman að sjá að fólk skuli koma og horfa á handbolta með Hrafn Markus með þrumuskott stöngin inn. Grótta var hérna búið að breyta vörn. Nú eru farin að spila 5+1 á móti vinstri skiptinu og með Degi sem gaf Markus í langa leiðatinn á miðjuna. Hann nýtti það mjög vel. Það var engin sendir þar eins og búið allan leikinn. Markus hafði erfitt uppdráttar. Hann stígur núna upp fyrir á þar að halda og stelur boltanum. Það gerir Markus, hann er komin 1 fremstur. Og hann skorar! Markus er búinn að koma þeim yfir. 2 mörkum á 15 sekúndum. Heldur betur mikilvæg mörk. Valeri tekur leiklega. Það er 1 mínúta 38 sekúndur eftir. Nei, 2:38. Nei, 1:38. 1:38 eftir. Þvílík breyting á leiknum. Grótta var búið að hafa yfirhöndina núna í svolítið tíma eftir að vera undir allan leikinn. En HK komið yfir núna. Markus gerði 2 mörk með 15 sekúndum millibili. Losnaði hann í sókninni og síðan stáluði boltanum, hann komst upp og skoraði harðfylgi. Kom þeim yfir 22-21 og það er rúmlega 1,5 mínúta eftir. Þannig að hér leggur Valeri á þjálfari Gróttu og ráðinn. Það er mjög líklegt að reyna að opna fyrir Gísla. Hann er þeirra sterkasta vopn. Kristján er búinn að vera mjög öflugur á miðjunni og síðan hefur Hjalti komið líka sterkur inn í leikinn. Hjá HK er það Kristoffer Dagur sem er markaðastur með 9 mörk. Markus er komið með 5 og Kristján með 3 en hann er illa fyrir góðu gamna síðustu mínútunum vegna þess að hann fékk rautt spjald fyrir 2 mínútna brottvísanir. Tekur ekki meiri þátt. Það skildi þó aldrei vera að við fengjum framlengingu. Annan leikinn í röð. Já, það var flottur kvennaleikur hérna á hann í fjórleik kvenna sem IBVF náði að vinna fram. Gísli kominn hægra megin, þetta er mjög áhugavert. Já, það verður stöðuskipti fljótlega. Já, hann leysir inn, kemur út hinum megin. Og leysir hægri skipta síðan. Markus mætir honum. Kristján fer. Kristján fær hann. Enn og aftur fer hann hérna. Jón Friðrik. Kristján.
Þarna vel Kristófer mætti og náði að trufla sendinguna hjá Gísla. Háka harðir í vörðinni. 1 mínúta og 10 sekúndur eftir. Sendingin á línu og Hannes jafnar. Hannes Grimm með sitt annað mark í leiknum. 22-22. Það er nákvæmlega 1 mínúta er eftir. HK leggur að staði sók. Bæði liðin eru búið með leikliðina það ekki? Jú, Já, þannig að það verður ekkert meira stopp þannig lagað í þessum leik. Kristófer Reynir krafti en þeir eru tveir sem mæta nú stoppan. Hjalti Grótta farið aftur í venjulega. Hjalti fekk högg hérna við að stoppa Kristófer. 46 sekúndur eftir. Og hann er gult á bekkinn hjá Lárus Gunnarsson. Aðstoðarþjálfari Gróttu sem fær hérna gult spjald. Bjarkir ekki neinum vafa að læta þessi starfsmenn leiksins vita. Og þá getur leikurinn hafist að nýju. HK með boltan, staðan jöfn, 46 sekúndur eftir. Mikið stemming í húsinu. Allir spenntir. Markús, hvað gerir Markús? Hann missir boltan, en Ásgeir vinnur hann. Ásgeir skutla sér glæsilega vinsla hjá Ásgeir Ármannsinni. Þetta er dýrmætt. Þarna gátu þeir mist Gróttu upp í dauðafæri, en Ásgeir kastaði sér á boltan. Og það eru 20 sekúndur eftir. Þetta verður ótrúlegt hérna. Víkingur inn á línuna. Dagur upp. Skot í varnarmenn. Þetta stefnir í framlengingu sýnist mér. 10 sekúndur eftir. Já, eru lengi að taka þetta. 7. Dagur skotið og það er varið í hotn. 2 sekúndur. Það er framlengt. Og búið. Framlengt. 22-22. Vílíkur leikur. Framleggingu. Annan leikinn í röð sem við fáum hérna. Framlengingu fengum við stelpuleikum á það líka. Já, og það er óvægt að segja að áhorfendur fá eitthvað fyrir peningana sína. Þannig sagði, þó að segja ekki eins og niður selt inn hérna. En þetta er búið hörkuleikur, mikla sveiflur. HK átti 3 mörk í hálfleik, komið síðan í 18-13. Þá kom góðu kafli hjá Gróttu þar sem þeir gerðu 6 mörk í röð og komist yfir 19-18. Og síðan er þetta búið að vera jafnt á öllum tölum. Eftir það var Grótta með yfirhöndina. Grótta komst yfir. Það er til að Markús setti 2 síðustu mörk HK. Já. Og síðan kemur núna smá hlé í nokkra mínútur og við munum síðan vera hérna með framlenginguna eftir. 2 sinnum 5 mínútur. Já, tökum smá hlé.